taka Ég er svo lagið. hreinskilinn. Já, ég er svo rosalega erfitt með að ljúga þeim. Þau eru heyrt þegar fólk líka rætt alltaf. Hvað? Æ, svona, þú veist. Já, sorry, já, þegar það vera leiðilegt. Já, Já, bara sorry, þú veist, ég er bara alltaf svo hreinskilinn. já, bara Ég segi bara það sem ég hugsa, Já. það sem ég finnst. til hamingju með ósigurinn. Ekki þrítusamali. Já, jú maður, til hamingju með daginn, hei! Daginn, sant? Til hamingju, Takk. hvað, 30 ára? Já. Já, Á rosa gaman. það var ógeðslega gaman. Já. Nema fyrir utan veikindi. Já, en það var samt mjög gaman. Já, það var mjög gaman. Mjög skemmtilegt. Já, þið stóðu ykkur frábælega. Já, þetta var ógeðslega gaman og bara til hamingju með það. En líka til hamingju með ósigurinn. Í kostningunum. Já, Já. sorry, ég er bara svo hreinskilinn. Já. Sorry, ég er bara svo sjúklega hreinskilinn. Til hamingju með að hafa tapað. Já. Nei, djúvill er ég fegin að það tapað er. Nú. Af því að þú veist, ef það hefði verið megakjör, megakostningi okkar kjörgeri, þá væri þú vara eitthvað... Nei. Nei, jú víst. Megakjör, þú veist, ok, ég er maður nummer 7. Já, þú hefði þurft 90% eða eitthvað. 100%. Nei. Til þess að fara inn í bæðastöð. Já, en varamaður. Já, það hefur verið on call alltaf. Herru, ég verða. stökkva. Já. Það er ekki gaman. það er umræðilegt. Nei, það er umræðilegt. Já. Sko, nú er þetta búið. Já. En ég líta mig að segja allt, ekki? Af því ég er svo hreinskilinn. Jú, bara endilega. Eða bara kominur, ertu undir einhverjum þagnarbindi? Nei, það held ég ekki. Nei. Nei, þú veist, ég er ekki að fara að segja neitt um flokkin eða neitt svoleiðis. Nei, ok. Heldur bara hvað mér fannst þetta ferli, skilur. Já, auðvitað. Eyþór telst sér á. Já, ok, opnaði þig. Nei, þú veist, þetta er ekki fyrir mig. Nei. Nei. Sko, Þetta var... kynntist rosalega mikið að bara yndislega fólki. Þetta er ekkert með fólki að gera eða neitt svoleiðis. Nei, já. Ég á bara svo erfitt með að vera í einhverju svona ábyrðar Varstu eitthvað í því? Nei, ekki, þú veist, það sem að er enda, ok, ég verið 4 messenger-grúpum. Jú, það er ekki fyrir þig. Og það er pinguð allan daginn. Já, og svo ertu í minni. Jú, svo er því þinni með mér. og Tryggva. Já, og síðan erum við, já, nei, það er bara það. Svo er bara ég og þú persónulega. Já. Þannig að þú veist... Er það ástæðan fyrir að þú búin að vera með á mute? Þig? Nei, bara Facebook yfir höfuð. Nei. Nei. Þannig að ég sett upp Apple Watch mitt daginn og það bjóð til eitthvað svona sleep. Áfram. Og bjóð til eitthvað svona, hvað er það að gera? Alltaf áfram. Já, það bjóð til eitthvað svona sleep. Já. Eitthvað svona, ég held ég væri bara að setja upp eitthvað svefn. Já, áfram. Já. Allt ekki. Og halló. Halló. Þetta er nú dónaskapur. Sorry, ég er bara svo rosalega hreinskilinn. Nei, þú veist, ég held ég verið að setja upp eitthvað svona svefndót. Já. En það sett upp eitthvað svona sleep mode. Þannig að alltaf klukkan 10 eða hálf 10 á kvöldin, Já. þá kemur svona eitthvað bedtime Já. og kemur svona hljóðið úr henni. Ding, ding. Það er svo bara. Já, og ég hætti að fá tilkynningar. Já. Þess vegna er ég ekki að svara, þú veist. Já, ég fatt það. En hvað segirðu, hvernig var þetta? Þetta er ekki fyrir þig, þetta var, þú veist, í mörgum Facebook-grúpum og er þetta bara, veist, hvernig var þetta? Varst það að mæta á fundi? Ég var nú, sko, ég skal nú alveg vera hreinskilinn, ég var ekki beint duglegur að því, sko. Nei. Var einhvern tímann komið tíma bara eitthvað, hvað finnst þér með leikskólana? Eða skilur, fékkst þú einhvern svona bara, hvað er þitt seg? Já, ok. Ég fór eitt svoleiðis fund, það var rosa gaman. Svona hvað hét þetta aftur? Svona stefnumóta, búa til stefnumótun eða eitthvað svona. Einmitt. Það var mjög skemmtilegt. Okay. Og þar var ég með eitt málefni sem að ég brenn fyrir og hvað var það? fatlaðir. Já, geggjað. Bara málefni fatlara. Já. Og svona ég setti það upp fyrir þú veist, eins og hérna í Hveragerði, þú veist, ég held að séu 5 pláss fyrir fatlaða inn á sambýli, sko. Já, í 3000. Það er reyndar kemur mjög mikið óvart. Þannig að þú veist, þetta er svona, já, ég brenn fyrir því, sko. Myndir þú vilja fjölga upp á ási eða? Nei, bara að búa til nýtt. Já, einmitt. Bara, þú veist, with your money, sko. Akkurat. Nei, minna nákvæmlega. Þannig að, en þú veist, þetta er náttúrulega grín podcast, þannig að við ætlum ekki að fara á, þú veist. Nei, mér veist samt áhugavert. Ég er ánægður að heyra að þú raunverulega brennur fyrir einhverju. Já, sjálfsögðu. Öðru heldur en topplane. Ég er náttúrulega ekki búin að fara í hann í síðan ég kom heim frá Ítalíu. Getur þú hægt? Sorry. Jesus, það er ekki allir að horfa. Nei. Ég er bara búin að vera að biðja Eyþór að drífa sig að tala. Stýr svona hendinni svona áfram. Já, það er fokkin fyrir að Nei, en náttúrulega í millitíðinni, þegar náttúrulega landsýnum gáum þátt saman.
Já, það er alveg svo margt búið að gerast, skilur mjög mikið. þannig ég held að þessi þáttur fari bara svolítið mikið í bara liðina Þau erum bara aðeins að já, bara svona, tíma, sko já, bara svona losa stípluna. þú veist, það er náttúrulega, ég fór til Ítalíu fyrir Já, afmælið mitt já. by the way, bara besta land sem ég komið til, sko ég Góð hef nú svo sem ekki farið margt, sko Nei. ég skal alveg viðurkenna það en þetta var bara unbelievable, sko Já. bara geðveikt gaman Hvernig þá, eða þú veist. bara, þú veist, þetta er allt svo fallegt þetta er allt svo næs bara svona fólkið bara mjög lítið af einhverju svona já, svona skemms, þú veist Já, eins og er í svona stórborgum og svona dóti Þú varst líka meir í lókalnum, sko. já, Þú ég var varst svolítið í einhverju litlu bæjunum, Já, sko já. þannig, jú, eðlilega en ég Þú var varst á aðeins í húsinu hans George Clooney og Já, eitthvað já. svona. Þetta var svona Nespresso dæmið. Já, ég Nespresso-ölsingin er tekin á það. já, ég mæli með Lake Como, sko Já, er það í? ha, Er það í? já, ég bara sendist aðeins á einhverju Já, var þetta Lake Como? já, Ok. en hérna mæli ekki með hvað er að gerast? Ég veit það ekki. Ég bara út að deyja. Ég mæli ekki með hérna Como City, Nei. ekki fara á það er rosalega hip og cool Já. fólki finnst það svona Como Já. en þetta er ekki cool Nei. þetta er ókyslu staður Og, sko, mér líður eins og kaffið hann að sé geðvegt. þú veist, mér veist kaffið hana alveg frábært, þú veist, þó þessu uppáhellingur bara, Upp á hellingur. já, svona, Er þú það veist sagt? Já. Upp á hellingur. æ, þú veist, svona, Já, bara svona. bara svona venjulegt í könnu Já, eitthvað, já, þú veist, já. ekkert eitthvað fancy á einhverju Já. veitingastað En sko, George Clooney var náttúrulega andlit Nespresso. Mm. Hann er the face of Nespresso. Aha. Og þú varst bara hjá húsinu Heima hjá hans. Nánast heima hjá honum, sko. ég var svo 100 metra frá húsinu, Pældi í því. á bát Voru ekki margir fyrir utan húsið hans? nei, Ekki? nei þetta er svo ógæslega fyndið, þetta er svo asnalegt Já. við leiðum sérst bát Já. þar sem ég var skipstjórinn eða þú veist, ég stýrði bátnum Já. og, Má það bara? já, Þarftu ekki prófið? nei, Nei, ok. ekki þarna Nei. og hérna með hann alltaf gammal sjómaður Jú. en hérna við sem sagt fórum á þessa bátalegu og leigðum bátinn og við Já. fengum svona plaggat af öllu sem við getum séð við á vatninu Já. og hans hús er bara svona mert sérstaklega inn á Checklisti. George Clooney home. já, bara mynda honum og húsið hans og Djúlega það skrít. það er eitthvað pirrandi örugglega fyrir hann Já. bara, Það er umulegt. en ég veit ekkert hvort hann búið hann Koma þau. Já, heldur þú séu að ljúga. Þarna koma þau. Hann er örugglega aldrei hann. hann á þetta hús Já, skilur, já, en já, ég er að segja að hann er örugglega aldrei hann en síðan fóru við yfir hérna Sviss Já. frá Como það var upplifun, þú veist, þetta er bara dýrasta land í heimi, Já. þú veist, 2 mojito var bara svona 9 skall Fuck, maður. Oh my god. já. Og, Ha? já, og við tókum taxa frá og til þess að útskýra, ég held að þetta sé besta dæmi til að útskýra munin á Ítalíu og Sviss í verði Já. þess að þegar þú ert að fara frá Ítalíu til Sviss þá verður að taka Akkur tók þið taxa? Er það ekki skrítið? klukkan var bara svo margt Já, og, já, já. og þú veist, eitthvað Já. og hérna, Mér líður eins og sé lest á milli. það er það sko Já. en hérna við sem sagt tókum taxa frá Ítalíu og ef þú ert að fara frá Ítalíu til Sviss þá verður að taka ítalskan taxa og öfugt, þegar þú ert að fara yfir þá verður að taka svissneskan Já, ok. taxin frá Ítalíu, ítalski kostaði 60 eurur Já. taxin frá Sviss kostaði 140 verið helming Það er bara helming dýrari. já. En meira, já. Fuck. og taxabílsturinn frá Ítalíu hann var bara að segja okkur Herru, wow, ok. Þannig að þetta er 20 skall nánast. Er ekki 140 eurur 20 skall? jú, Shit. meira sko Hvað er þetta löng vegalengd? þetta er svona 20 mínútur eða Já, ok. ok, Nei, þú veist, ég er bara að pæla með Ísland. Já, já. Þetta er svona svipa verð á Ísland. já, þannig Ef þú pælir í. já, já, 20 mínúna taxi er alveg. Nei. jú, Já, nei, ekki alveg Kannski 14 skall. já, Já. þetta er dýrar hann sko Já. en þannig er, þú veist, þetta er líka eitthvað launaland bara í heimi held ég mest held ég, Já. að því að allan ítalski taxabílsturinn, hann var bara að segja allir sem búa við landamæri Ítalíu og Sviss Já. það er að segja svissneskir ríkisborgarar Já. og svissnesku launum Já. þeir fara bara alltaf yfir, kaupa bensín, kaupa Ég heyrði það líka í DK, sko. já, þetta er svona í Danmörku, Svíþjóð Að fara til hérna Þýskaland. já, og Svíjar fara oft til Danmörku Já. Pældi hvað þetta er steikt. Við höfum aldrei upplegað þetta. nei, Getur bara keyrt einhvern veginn. Núna er ég í Sviss. Það er ógst að fyndið. nei líka, þú veist Við fáum bara að upplega, núna er ég í Kópói, núna er ég í Garðabæ. og því lengar svo ferð frá höfuborginni þá er allt dýrara líka
Já, einmitt. Eða þú veist, Ég meina ágríns. Bara, þú ert með þér í minniborgir. Já. Í sjópum minniborgum. Þá ertu að donuts og 2 skatt. Ups. Það er fáralegt. það er fáránlegt. Eitt fárálegasta Ballerínakeks. 1100 skatt. Já, andjók. Eitt fárálegasta svona dæmi sem að ég veit er, þú veist, hérna, veitingastæðir í dag í Íslandi og gos. Bara að þú kaupið Pepsi Max eða eitthvað. Já. Það er bara 900 kall eða eitthvað. Já. Þú veist, bara svona glerflaska. Einmitt. 330 centilítrar eða eitthvað. Vá hvað ég er glaður. Einmitt. Vá hvað ég er glaður. Það er svo gaman. Það er svo ógst gaman. Það er svo fyndið, sko. Þetta er svo fyndið. Bara svona verð. Hvernig svona, mann er bregður. Já. Þetta er svona, Ha. og þú einhvern veginn, þú veist, ég veit alveg að við erum eins með þetta. Já. Við erum svo meðvirkir. Já. Ég veit nákvæmlega hvernig þú hagaði þér þegar það komið 9.000 króna reikningur fyrir 2 mojitóum. Þú bara svona, já. Katrín, Sjálfsögðu. Katrín, Eðlilega. Make sense. besta við þetta sko, að Katrín var borgið það. Já. Þú veist, hún var með veskið, en við erum með sameiginlega, þú veist, fjárhag. sameiginlega, og hérna, og hún var bara eitthvað, nei, við erum ekki að kaupa þetta. Jú, hann er búinn að Já. Hann er búinn að ástu mín. Og svo endum við að kaupa 3 svona. Eða, þú veist, 3 á mann. Very good. Þetta var bara Bara, 30 skall. Þú veist, þetta er galið. það er fárálega. Og þetta var bara mid mojito, þetta var ekkert Já, einmitt. spes. Já. Þetta var bara í svona glasi, Einmitt. þú veist. Þetta var ekkert eins og ég væri á, Bara besti mojito í heiminum. Nei. Nei. þú veist, upp á einhverjum fjallstindi. Hvað ætli hann kosti í Sviss? Skilju, þú ert mættur á, þú veist, tipsy level. Já, svona 5 stjörnustafi. Já. Já, einmitt. Þú veist, það er 14 skall bara. Einn. Einn mojito. 14.000 kall. Þetta var rosalegt. Það er crazy. Eittur mikið það? Peningum? Já. Já. En var þetta, þú veist, var þetta ammælisgjöfi? Skilji, já, ok, nice. Þannig, nei, þú veist, ekki, jú, við bara. Já. Hvernig ætlaði að gifta ykkur? Veit það ekki, kannski sumar eða eitthvað. Já, það er sumar. Hvað meina, kannski sumar? Nei, ég veit ekki. Þú ert fyrir Við erum alltaf trúlofið, skilur. Ég veit það, er bara trúlofið í svona 3 ára eða eitthvað. Meira. Já. Já, þú veist, ég vil gera þetta svolítið eins og bróðum mig gera þetta. Hvað gerir hann? Hann fór bara til Sýslumanns, Já. trúlofaði sig, nei, gifti sig, og svo var hann bara með risa heimapartí. Ok. Bara ógeðslega margir, kannski, ég myndi ekki taka, Ég stið það reyndar mjög mikið. já, ég myndi kannski ekki taka heimapartí, en ég myndi taka eitthvað stóðust hérna í kring, Já, bara eitthvað lítið sal. einmitt. Að því þú byrjar ekki í kjallara. Yllara. Já, hann, þú veist, ég var alveg til í að gera það svolítið, en við sjáum bara til. Já. Ég ætla ekki að ákveða einn. Nei, það var riskrítið. Já, nú giftist þú Við mér. erum bara búin að gifta nú giftist mér ástu mín og við ætlum að halda bara heimapartí. En flugræslu, Örugglega eitthvað sem hún vill ekki. við erum alltaf búin að tala um flugræslu dæmi Já. upp á síkasti. Já. Og ég Já, þú lifðir af. er læknaður. Já, það? Já. Ok. Ég held að, Hvernig var á leiðin út? ok, á leiðinni út, þá var ég mjög hræddur. Ég var í fanginu á konunum minni, Já. bara í flugtækinu og svona, Er fólk ekkert að horfa á þig? ég veit það ekki. Ég er ekki að spá í umhverfinu, þú veist, ég er ekki að spá í öðrum. Black út. Ég er bara að spá í flugvilni. Bara allar hreyfingar sem hún gerir, skilur. Allan tíma. Nei, þú veist, jú, meir og minna, sko. Já. Þannig að, þú veist, Shit. hérna, meir og minna, já. En á leiðinni, sérst, heim Já. var ekki vottur af flugræslu. Vá. Mhm. Vá, hvað er fallegt. Já. Mikið rosalega er þetta fallegt. Og ég var svo glaður, mér leiði svo vel. Healed. Mér leiði svo vel. Já, Þú veist, ég var bara í kaffi og bara fekk mér bjór á leiðinni heim og, Hæ? Og hvað er svona skrítið? já. Fannst ekki eins og í flugtæki og lendingu? eða? Nei. Hæ? Nei. Af hverju? Ég veit það ekki. Varstu bara... Hæ? Ég skal segja það. Þú Ég er með varst kenningu. árinu eldri. Nei, ég er með Þú kenningu. þroskaðist Árun eldri. Orðin 30. Nei, ég var ekki orðin 30. Ég var Nei. 400 eldri. Já. Nei, 50. 50 Já. eldri. En sko, ég held ég viti ástæðanum. Já. Ok. Ég hef aldrei farið í tífóli. Sko, ég hef farið í tífóli, en ég hef eiginlega aldrei mátt farið í neinn tæki. Af hverju? Vá. Af Af hverju ætli það sé? Af hverju ekki? hverju ekki? Já. Út af bara stærð. Fyrir fólk sem er ekki... Ekki horfa. Sem bara að hlusta. Af hverju Ástæðan er stærð og þyngd. Já.
Já, fyrir eitthvað sem er bara að hlusta. Þá Eyþór, hvernig, 110? Kíló? Já. 140. 140 kíló, já. Og Já, fyrir eitthvað sem, þá núna getur þið ímyndað ykkur. já. Eyþór núna. Mér finnst það samt ömurlegt. Af hverju gera það ekki tífólítæki Máli sem að halda fucking 200 kíló? Þú veist, af hverju er þetta svona tæft, skilur? Já. Fattarðu mig? Já. Ég þoli þetta ekki. Þetta er alveg svo siplan hérna í dal. Já, hvernig er það? Mér hefur neitað fyrir það. Af hverju ætli það sé? Nei, ok. Þú voru útskýra? Nei, ég verð að klára, þú veist, við erum að fara svo víða núna. Já, fyrir ekki það. En hérna, ég skal fara aftur í það smá. Já. Þess að sagt, ég hef farið í tífúli, en ég hef aldrei farið í svona alvöru rússibana dót og neitt svona, af því að þú veist, ég er bara því ég er bara stór og þungur. Og hérna, ég hef lent í lífsreynslum sem að hérna, það var 2 menn verið að loka tækin á mig. Já. Þú veist, svona yfir axlirnar á mér. Þá áttu bara að beila, held ég. Nei, og þeir segja bara sorry. Þetta er bara ekki hægt. Þetta er bara ekki hægt. Nei, ok, alltaf læg. We tried everything. Já. Og þar, þú veist, ég farið í Vatnsrennibrautagarð, má ekki fara neinar rennibrautir. Það er versti dagur lífs míns. Mér er svo asnalegt, sko. Já. Þetta er samt í alvörunni fáránlegt. Þetta er fáránlegt. Af hverju mátti ekki 140 kíló? Eða fattur þú? Já, hversu vík er þetta þá? Það er það sem ég er að segja. Það er það sem ég er að tala um. Bara, það má ekkert ekkert út að bregða. 10 kíló ofan á, þú veist. Já. Þetta er bara fáránlegt. Þetta er það. Já. Og þú veist, sko, ég er enda að tengi svipa við þig út af hæðinu minni. Já. Og það er stundum svona max hæð. Við erum alltaf jafnstórir. Já. Eiginlega. Ég er samt heppinn að því mér finnst þetta sko ógeðslega erfitt. Hvað? Fyrir ykkur sem er að bara hlusta, var Eyþór að tjökka hérna. Pedrit. Nei, hérna, þú veist, það er oft, mér er oft verið bannað að fara til dæmis í Vatnsrennibrautagarðum af því það er eina sem ég þori. Já. Að þú ert hávaxinn. Já, og þá er það út að skilur. Ég skil það. Þú veist, þú situr upprétt og getur skallað eitthvað. Ég skil það. Ekki hafa þetta svona tæft. Nei. Ekki gera, af því að, hvað ætlar þú að gera einhver 1.80 hoppar aðeins bara? Er hann bara dáinn? Er það bara staðarind? Já, alltaf ekki. Þetta er svo tæft. Þetta er fáránlegt. En allavega, ég fer síðan núna til Ítalíu og þeir eru ekkert að spá í þyngd. Þeir eru bara að spá í hæð. Já. Sem var geðveikt. Það er mjög næs. Það var eitt tæki sem ég komst ekki út af hæð. Já. Og það var bara eitthvað svona með fallturn. Já. En komst annars í allt sem ég langaði í. Leiðilösu tækin, fallturnar. Já, mér finnst það mjög skemmtilegir. Mér finnst sko tífúli að ég hef aldrei farið í tífúli, þannig ég vissi ekkert hvort ég væri hræddur við rússíbana og svona, að þú væri alveg svona alvöru rússíbanar. Má ég segja þetta? Já. Hvernig ertu ekki, varst að segja þú hræddur við þetta? Men ég vissi það ekki. Ertu hræddur við þetta? Nei. Af hverju ertu ekki hræddur við þetta? Bíddu. Já, ég býða bara, þú veist, bara stating the obvious, skilur við. Já, en það er það sem er að fara að koma. Fyrir ekki, ok. Er að ég vissi ekki hvort ég var hræddur við þetta. En ég fór í svona bara crazy rússíbana. Þú veist, þetta voru alveg bara svona þú veist, risastórir fara bara, þú veist, lengst upp úr 90 gráði niður og eitthvað svona dæmi. Þetta heiti Gardaland. Og hérna ég var aldrei hræddur með að þetta bara geðveikt gaman. Bara, þú veist, og ég held að það sé ástæðan fyrir ég hættar flughræddur. Já. Af því að þú lifið það af. Já, og þetta var svona út þú veist, og svona adrenalín og þú veist við erum alltaf fórum í þetta deginum áður en fórum flug, ég veit ekki, kannski var heilum en bara switched off, bara ég fór einhver stöð bara var þetta deginum áður en fórst í flugið þannig að þá ertu kannski bara ennþá adrenalín hæginu. Veit ekki, þetta var alltaf bara, ég veit ekki hvað gerðist. En myndir þú þóra fyrir flug núna bara? Ekkert mál? Já. Eða það? Já. Ok. Taktu við bara núna. Já. Let's go. Komum við til Litvæn. Förum að já. I wish. Vá, fuck, það var gaman. Vilnius, Já, maður. Hérna, en ok, til hamingju með það samt. Já. Að vera búin að sigrast á þessari hræðslu. Takk. Var ekki líka smá eitthvað sem hjálpaði þér, var það ekki eitthvað sem ég sagði því? Eitthvað svona mjög göfugt og mikilvægt sem ég sagði? Eina af þessum ræðum mínum. Já. Til þín. Já. Veistu, fattar þú mig? Já. Ég hlýta það. Kannski hrósið. Hrósið alltaf, wow, maður. Jesus Christ, hvað ég bara... Mistir þig. Ég misti mig og líka í ammælinu. Já. Ég misti mig ég alveg bara brotnaði saman. Það var fáránlegt. Það var ekkert fáránlegt. Víst. Helt svona 4 tíma ræðu á þess að segja eitt orð. 4 tíma ræðu? Nei, 4 mínúta ræðu. Já, en ég brotnaði niður. Ég brotnaði bara alveg niður. Fyrir þá sem verið að horfa, þá var einhver svona allar ræðina.
Silent ræðan. Hún rosa góð. En málið, þú veist, góða við þessar ræður sem eru silent, sem maður heyrir ekki í, fólk veit nákvæmlega hvað ég er að segja. Já, það er ekki tólk. Skilur einmitt, já. Það er svona túlkunatrið allt saman, hreyfingarnar, er hann reiður, er hann glaður, skilur. Ég tók eftir í ræðinu, þú tókst þarna með langar svo Hvernig það er sko, bara alveg taka eitthvað inn í því. Segja hvað ég stoltur að þér og ógeðslega stoltur að þér. Nei, en hérna, já, síðan var þarna, þú veist, eftir Ítalíuförina var náttúrulega bara þrítsammáli mitt. Já. Og þú náttúrulega varst að veistlýra eins og hefur komið fram og Þórir stóð sér frábælega. Betur en ég. Nei, bara við líka. Hann er betur en ég. Hann er frábær, skilur, í þessu. Og hérna... Hann er betur en ég, það er bara svolítið hann. Nei. Hann er miklu betur en ég. Ég sagði það líka við alla. Já. Tjöfull, Þórir er góður í þessu. Já. Ég bara var mjög pick me eftir þetta. Og þetta, nei, þú stóðst þér líka vel. En mér finnst þú líka flottur. Mér finnst þú líka flottur. Hérna, já, þetta var bara geðveikt. Já. Og náttúrulega, þú veist, þetta er búið að vera rosa kistla á mér, sko. Já, okkur báðum, sko. Já. Við erum búin að vera báðir í, þú veist, þátturinn er búin að vera í pínu svona... Lægð bara. Já, samt ekki lægð. Nei. Það var mikið í gangi. Já. En þú veist, en samt bara mikið í gangi hjá okkur. Já. Sem við þurfum bara einhvern veginn að gera. Við erum fjölskyldu menn og þurfum að sinna þessu. Já, en þú veist, ég er nú aðalega að tala um fyllir í, sko. Já. Já. Þú veist, ég er búin að drekka svo ógeðslega mikið upp á síkast. Ég er eiginlega alveg að fara í sloppin. Kringum þessar kosningar? Já, einmitt, kostningarnar líka, þú veist, ammæli mitt, Ítalía. Já. Þú veist, ég var aldrei þurr á Ítalíu. Nei, eðlilega ekki. Jú, ammælisferð. Ég ætla að kerði. Já, en þú veist. Já. En þú veist. Alla daga eitthvað. Ekki. Jú. En hérna, við erum í boði Happy Hydrate. Besti drykkur á Íslandi. Vissir það? Já. Það segja það allir. Ég segi það. Já. Hérna, uppáhaldsbragðið mitt er pizz, eins og ég segi hver minnst þetta. Sko, og þú blandar alltaf. Já, ég er hættur. Og nú er ég komið nýtt. Pina colada er að koma inn. Ég var aldrei viss með þetta bragð. Ég held að þetta sé þroskinn. Það er mjög gott, já. Þetta er með fáað bragð. Já. Þetta er virkilega fáað bragð. Þetta er fáaðasta bragð Happy Hydrate. Ég held það. Eða þá ég bara orðin sem ekki fyllir bita. Já. Eftir allar það er bara mjög veist. Það er sem ekki summer. Já. Það er sem ekki summer, Pina colada. Hérna, nei, þetta hlýtur að koma sem mjög vel í þessari drykkju. Já, góður. Jú, ég væri, ég meina sérðu, ég lít vel út. Ég væri svo fölur og eitthvað, ef ég væri ekki með steinum. Ángríns, þú væri bara hræðilegur. Já. En við erum einnig í bóði Colgate. Jóps, tennunar. Mjög mikilvægt. Ég tók með mér alltaf Colgate út. Já. Það er bara þannig. Já. Magsvættúbuna. Mér finnst það, þeir sem hafa prófað magsvætt, þú hefur prófað það? Já. Ég er sem meira bara í hinnu, sko. Já. Ég meira bara í svo vennilega. Sko, magsvætt bragðið er mjög erfitt, sko. Já. Þetta er alveg svona... Erfitt? Já, þetta er svona sterkt. Já. Þú veist þú ert með alvöru græju þannig upp í þér, sko. Já. Og hérna... Og ég er búin að vennast í bara. Mér finnst þetta bara geðvægt. En ég veit þetta ekki, held að maður ég ekki vera mjög mikið að nota þetta. Nei, það er bara það sem ég ætla að segja. Já. Hérna, það er ekki mælt með því, sko. Nei. Það er alls ekki mælt með því að vera bara að nota magsveit. Nei, svitsa svona. Já, þú verður að því að þetta sko, þetta eyðir ekki glerunginum. Nei. Alls ekki. Nei. En þú veist, þetta, ef þú ert að missa í þessu, þá getur þú fengið svona smá illt. Að þetta er að gera svakalega hluti. Já. Þú veist, ef þú ert búin að ná hvítum tennum, þá ertu góður. Já. Skilur, farið bara í venjulega Colgate-ið. Svo verða það gular og þá byrja ég aftur. Þá byrjar aftur, þú veist, hérna. Sammála. Er það ekki? Jú. Sammála með. Ég þól ekki svona eitt með Colgate. Eða sko, bara allt tannkremstengt. Ég þól ekki svona beint eftir tannbustun lykt. Ha. Veistu ekki hvað er með? Nei. Þú veist, þegar konaðinn, þú veist, er nýbúin að tannbusta sig og leggst upp í rúm. Það er svona lykt. Já, svona í... Já, bara svona hún var að tannbusta sig. Já. Svona tannkremslykt. Ég hata hana. Já. Það er eitthvað við þessa lykt sem bara svona... Ég skil hvort fara. Já. Ég er eiginlega sammála. Hún er svona ónáttúruleg. Já. Fattarðu mig? Já. Ég vil helst bara góðan svona skít. Kúkalykt. Já, við erum einn í búið Securitas. Já, heldur betur. Mér finnst það náttúrulega bara, það er geitinn. Já. Ég náttúrulega með svona kerfi heima á mér. Þú bráðum. Já. Og hérna... Klálega. Og bara, þú veist, að hafa þessa vöktun yfir sér allan tíman, þú veist, með reykskynjara, vaskynjara, innbrotadæmið. Já. Þetta er bara... Bara mjög mikilvægt. Já. Mjög mikilvægt. Þannig að það er bara kóðinn gladur. Gladur,
Nei, gladur. Já, 50% afsláttur af uppsetningu. Inn á heimavert.is. Ég er með ógeðslega mikilvæg punkta sem ég langar að fara yfir með þér. Já. Bara, þú veist, virkilega mikið sem er búið að liggja mér að hjarta. Ok. Þetta er svona þannig þáttur hjá okkur. Bara pínur svona, bara losum stíplu. Já. Losum þetta, fattar mig. Hérna, að vera ógeðslega pirraður í IKEA. Hvað er það? Skilurðu mig? Ég hef oft verið það. Já. Það er ógeðslega fyndið. Ertu þá bara pirraður út í öll sænsku orðin? Nei, bara konuna mína. Já. Hafa með hana. Já. Nei, ég er að meina, einn í IKEA, pirraður út í IKEA, fyrir að vera í IKEA. Ég lendi í þessum daginn. Ok. Ég var eitthvað svona, veistu hvað ég meina þegar maður er bara eitthvað neginn svona having a day. Já. Og það er allt sem pirraði, það er engin ástæða. Nei, það er bara, hvernig hann ringi mig, þetta er bara besti gaur í heiminum, skilur við. Hérna, og ég er að labba IKEA og ég er einn og er bara að leita af, ég er að leita, þetta er svona ömurlegt mission, ég er að leita af hérna, að ég er að byrja með svona meal prep, þú veist hvað það er? Ertu að byrja með það? Nei, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona til þess að vera healthy. Nei. Þetta er bara svona til þess að spara pening. Já, ég skilji. Þú veist, þú er ekki farið í hádegismat. Hérna, þannig að, ég keypti mig grónagraut, havragraut og ætla að byrja að meal preppa það. Já. Mjög skrítið. Þá sitt ég bara svona duft í skál og fer. Hérna, en ég var að kaupa svona plastbox og ég er að labba í gegnum IKEA og öll sænsku orðin fór í taugan á mig. Þú skil að menna? Já. Bara eitthvað svona hilleróp. Ég var bara af hverju, þú veist, skýri þetta bara eitthvað annað. Af hverju ekki bara íslenski þetta? Ég var bara þessi, sko, bara svona öfgahægri boring típa, bara út með allt einhvern veginn og inn með Ísland, skilur við. Billy, bara hver í fokkanum Billy. Og svo er IKEA líka, var IKEA að byrja með svona geðið skemmtilega línu, eitthvað sem ég vanalega elska, en það ef þú horfur í kringu þig þá er allt út í litum hérna. Ég elska liti, bara út af lífinu. Elska sérstaklega appelsínugulan og IKEA var að byrja með helling appelsínugulum. Já, alveg mjög mikið vákvæði glæðistöf og ég var bara eitthvað og þú veist, hvað gerir þetta? Og síðan var ég byrjað að blóta sko örvónum. Já, bara eins og ég veit ekki hvernig ég á að fara bara IKEA, láttu mig í frið. Þú veist, mér langar bara í fjölnótabox. Þú hefur verið having a day. Ég var having a big day, þú veist. Ég var bara ræðilegu dag. Og það er staður. Það er staður í IKEA, það sem þú ert að labba og það er, heldur sér í sófadeildin sem fyrir í rúmin. Já. Og það er svo obvious svona hægt að beila á einu og ég beilaði af því mér finnst svo fucking asnalegt að þurfa að fara hringinn og mér fannst allir hinni vera peð. Hefur ekki átt svona í dag. Hefur ekki átt hann í dag. Ég veit ekki hvort ég átt svona erfiðan dag, sko. Nei. Þú veist, svona það sem að allt pirraði, sko. Já. Meiri sér, sko, með þessu orð. Sænsku kjötbóluna pirraði mig. Nei. Jú, þær gerðu það. Þær voru bara, ég var bara maður. Þetta er bara vont. Þetta er bara eitthvað ógeðslegt. Í alveg, þetta var líka bara ekstra vont. Fekk bakflæði eftir þetta. What? Já, þetta var ekki gott, sko. Nei, ég elska þær, sko. Líka pínu fyndi að vera svona pirraður í IKEA og samt stopp í mat. Ég fæ mér. Já, alltaf, akkur fyrst ekki verið í Costco? Þú ert alltaf Costco. Já, eina hotdog. Já. Bara þetta kostar það sama. Mér finnst kjötbóluna frábæra, ég hef aldrei lent í þessu vandar. Nei, ég hef lent í þarna. Það er kannski bara mjög problem. Já, ég held það. Það er bara þinn dagur, einhvern veginn. Já. En þú ert að fara út. Já, ég er að fara til Litauen. Á morgun. Já, nei, ekki morgunhaldurinn. Já, það er miðvikudagur. Já, rétt. Já, ekki morgunhaldurinn. Með vinnunni og eitthvað. Með vinnunni og dugurlandi, það var gaman. Það er svo langt sinni að fara út. Já. Og líka fara út, þú veist, fara út bara einhvern veginn bara í eitthvað svona árshátíðadæmi. Ég, by the way, ég þekki þetta ekkert. Nei. Þú þekkir þetta betur en ég, sko. Svona staffadjum. It's a new thing. Sko. Það er geðvikt. Ég hef alltaf verið bara einn. Það er ógeðslega gaman. Alltaf verið bara svona einhvern veginn einn ég hef gefað sjálf mér velun og klappa sjálf mér á baki. Ég var með nokkuð gig líka, sko, þú veist, hérna í kringum kostningarnar og það var ógeðslega gaman. Já. Og hérna, það er búið að vera bóka okkur á fullu í Autotune Karaoke og pubquiz og okkur. Þannig að bara ef við viljum meira og hvað vantar penning. Gladur podcast
.com @gmail glaturpodcast@gmail.com og sendu okkur línu endilega Nei, ég er með meira hérna sem ég vil að fara við með þér bara svolítið sem ég vil að fara við með þér Linda Ben gjafaleikurinn það var svolítið áhugavert það gerðist og 700.000 views á þennan gjafaleik Var þetta í samstarfið eitthvað? Nei, ég fór aðeins að rannsaka þetta eða þú veist, þetta er í samstarfið eitthvað svona einhverja villu úti ég veit endur ekki alveg nákvæmlega hvernig hún einhvern veginn pluggaði því bara hi, I'm Linda Ben I'm an influencer from Ireland and I really like a villa and can you make gift game I'm going to have gjafalegur so we can invite people Nei, mér er svo áhugavert mér er svo ótrúlega áhugavert hvað margir tóku þátt í þessum leik árið 50 síðast til að tjekka árið 50.000 komment Er hann búinn eða? Ég veit ekki það sem að mér fann svona stinga mig samt pínu, eða þú veist ekki að stinga mig, stakk mig ekkert ég triggeraðist ekkert, ég var ekkert móðgaður fyrir hönd einhvers Það er líka verið skrítið Það er pínu spes Nei, ég var að skoða þetta og ég var að rannsaka þetta Þetta er gjafalegur sem er bara geðvegt og ógeðslega margir sem tóku þátt í honum 66.000 komment 66.000 komment Það er klikkað Þetta er eiginlega ángríns haltuður Það er erfiðar að vinna þessa villu heldur en lottóið íslenska lottóið Nei Jú, Nei víst Akkur segir það? Það taka ekki allir þátt í lottóin í Íslandi sko Nei, það er bara ekki þannig Það er ekki allir Íslandingar í lottóinu Þú getur gett ráð fyrir það svona þú veist 30% af landanum takið þátt í þessu En nei, ok, það er erfiðar að vinna lottóið af því að það vinn ekki alltaf allir Nei, en ég skil hvort að fara Þetta er mjög Þetta er high stakes dæmi Það er erfitt að vinna þetta Ef þú vinnur þetta þá er þetta bara heppnasta manneskjan bara í heiminum Það er samt ekki alveg Hvað er velun, skilur við? Velun er nefnilega sko 7 nætur í Villa Domingo fyrir 10 manns tímabilið sem hægt er að velja út er frá 1. október 2006 til 31. mars 2027 Flug, trygging og þrif er ekki innifalið Þannig að þetta er í raun og veru 200 skrónum baki Já Þetta er ekkert eitthvað crazy Það er svolítið geðveikt að vinna þetta Ég er ekki að segja það Ekki gera lítið úr þessu Nei, en þetta er samt bara Þetta er Bara Þetta er Já, miða við Þú ert alveg að fara að eyða örgulega meira en 200 krónum Já, 100% í því að koma þér í þetta vilja Þú veist, það er enginn að fara að vilja joina þig Eða þú veist, 10 manns Herru, ég var að vinna hérna fría gistingu Villa Domingo í Linda Ben gjafleikur Vil ég koma með? Þú eru reyndir að kaupa allt Þetta er svo galið Hefur einhvern tímann svona íslenskt fyrirtæki bara svona risadót nátt svona vjúum með Ég er ekki vissum að einu sinni Icelandair þú veist flugpakki til Tene skilur ángríns náðu svona hæðum það er það sem er svo galið það er miklu meira valjum það er milljón skilur það er flug að andveri eða flug og gisting að andveri milljón eða hátt í milljón 700 skall en það er bara eitthvað 10 það er rosalegt þetta er nuts manstu hérna í síðasta þætti sem við vorum saman í þá töluðum við að við ætliðum í átak 13. Já. Ég er ekki byrjað. Komin 20. held ég. Já, 20. Já, er þú byrjað það? Nei, ég er ekki byrjað. Þetta er alveg að fara að gerast. Já, eftir Vilnius, þá fer ég. Þá ætli ég mæti í CrossFit. Og líka eftir hérna ammalið. Já, ammalið, já. Það eru út á ammalið? Já, en ég þarf að halda upp á heima líka. Já. Aukadagur, ammalisvika. Hvenær komið heim? 27. Ég kom heim 27. Ég maður ekki. Hvaða dagur er það? Ég veit ekki. Þriðjudagur. Já, það er náttúrulega frídagur á mánudaginn. Já, það. Já. Þetta ár er bara búið að vera veisla af frídagum. Já, óþolandi. Þetta er bara, hittir alltaf virka daga og þetta er alltaf föstudagur og mánudagur. Já. Og eins og jólin, 2020 núna síðast, það var bara geðveikt. Það var bara frí, þú veist, og vannst kannski 2 daga og svo bara aftur í jólafrí. Já. Þú veist, þetta var bara sturlað. Það er bara geðveikt. Ég fíl þetta ekki. Nei, ég elska þetta. Ég elskar þetta samt. Já. Ég þól ekki svona slitróttar vikur fyrir börnum. Elska. Fyrir börnum? Já, bara heim í kósi og hóra Kung Fu Panda eitthvað. Já, en þú veist,
Já, það farið ekki í rútínulis eitthvað. Nei, ok, það er kannski bara ég. Já. Þú er bara betri börn en ég. Bad parenting. Nei, mér langaði þess að ræða þetta sveitarstjórnardæmi. Ég veit að það er dautt semi, ég veit að það er svona pínu alvarlegt, en mér fannst þetta magnað. Ég fekk rós. Já, fyrst rós. Ég fekk rós og rós. Og fyrir þennan magnaða þátt sem að við héldum, þú átt alveg heiður að þessum þætti líka. Þú mátt alveg eiga það. Þú mátt alveg eiga það, sko. Þú veist, ég tók þetta á mig svolítið. Já. Eðlilega. En skrítið að hafa mig. En þetta var ótrúlega gaman. Mér er svo magnað að tala við, sko, þú veist, ég er bara spenntur fyrir næsta svona þætti. Já, líka að því að, þú veist, áhrifin sem þetta hafði á samfélagið. Þetta hafði nefnilega mega áhrif. Bara TikTok, það var bara ónýtt. Já, þú veist, Já. Það var bara ekki hægt, þú sást ekkert annað. Þú gast ekki farið á TikTok og að sjá eitthvað gaur á... Tala bílastæði eða eitthvað svona. Já, óþolandi. Þetta var rosalega. En sko, þátturinn okkar, minn, hafði það áhrif hér. Já. Það er bara þannig. Það eru margir búin að koma til talstími. Að taka spjallið. Taka samræðina, taka spjallið. Og segja að þeim þótt þetta frábær þáttur og þeim tókst að velja út frá hann. Nú, jæja. Pældi því. Það er rosalega. Við höfum literally áhrif á kosningar hverjar. Pældi í sér. Goddamn og þið töpuðu. Já, ég gerði það. Hvernig var stemmingin í flokkinum eftir það? Hvernig var þetta? Bara allt í lagi. Já. Áttu alveg vonað þessu? Ég veit það ekki. Ekki? Jú, þú veist það alveg. Þetta er ekki eitthvað klikka tap, skilur. Nei, en þetta er meirhlutinu fallin. Jú. Það er bara þannig. Það er skellur. Já, þetta er, eins og ég segi, ég bara spá ekki í þessu. Ég er ekki pólitíkus, ég er bara stemmingsmaður. En ertu ekki með eitthvað? Nei. Þú ert inn í flokkinum. Ertu ekki með eitthvað það að hafa tap, af því þú veist, það er ekki oft sem að sko hlaðvarpstjórnendur eru partur af tapflokki og getur þú veist rætt hvað gerðist í ég var á kosningakvöldinu. Það var mjög mikið stemming þegar áður allt var kynnt sko. Og síðan svona eftir allt var kynnt þá var ennþá bara fín stemming sko. Ekkert góð þannig. Nei. En þú veist, alveg bara mjög fín stemming. Ok, það er gott. Já, þú veist, þannig að þetta hafði ekkert einhver gífulega áhrif á hópin held ég sem slíkan sko. Það bara stóð allir keikir og bara áfram gakk sko. Ég allavega mín upplifun. Ég veit ekki hvort að var ekki svona eitthvað drulluður eksti eða eitthvað svoleiðis. Nei, þetta er ekki þetta er nefnilega svo mikið svoleiðis Eyþór. Já, ekki fyrir okkur hver ekki Kjaftaði. Nei. Kjaftaði. Við erum svo góð við fólk. Já. En hvernig fannst þér þetta svona yfir höfuð? Bara leiðilegt. Eins og kosningarna samt, þú veist, bara á landsvísu. Já. Fannst þetta ekkert áhugavert eða? Jú, mjög. Þú veist, bara einhvern veginn svona ég ætla nú ekki að fara að vera mjög pólitískur. Nei. En svona ákallum breytingar er bara alls þar einhvern veginn. Já. Þú veist, það er svolítið áhugavert. Já, mér fannst það. Mér er svo fyndið, sko, þú varst náttúrulega á staðnum. Já. Þú varst að horfa á útsendinguna. Já, þú veist, með öðru. Mér er svo ógeðislega fyndið. Það var eitt flokkur hana í Reykjavík sem ég var ekki búin að taka eftir fyrir bara á kvöldinu sjálfu, sko. Ég vissi ekki að væri til, en hann heiti Góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hann heit Ingimar, góðan daginn. Góðan daginn. Mér finnst þetta svo ömurlegt nafn og ég fór að hugsa, má flokkur heita bara hvað sem er? Má hann heiti bara jæja. Örugglega. Þú veist, hvað er þetta? Jæja, má pottet. Mætti ekki að flokk sem heitir næsistar. Örugglega. Við erum næsistarnir. Pottet. Segjum hæ. Við erum næsistarnir. Segjum hæ. Alveg pottet. Segjum hæ. Nei, þú veist, fattar það mig? Já. Næsistarnir. Já, ég fatta þig. Skilur hvernig það? Já. Við erum næsistarnir. Já, nú skilur ég. Við erum svona litli trítlar að prakkarast. Þetta er XVN. Þetta er XVN. Næs. Þetta er næs. Þetta er næs. Nei, sko, það hlýtur náttúrulega að vera einhver reglu. Þú mátt ekki bara skýra raskat af flokkurinn. Af hverju ekki? Ef þú mátt þetta góðan daginn. Ég held líka þegar uppröðulega gerði þetta nafn, þá mátt enginn segja þetta svona, já, og góðan daginn flokkurinn. Þetta áttu vel alltaf góðan daginn. Góðan daginn. Nei, þeir voru þeir komið fyrir eftirnar þeir skiluðu ekki inn, nei, þeir voru bara stofnaðir bara eitthvað svona rétt fyrir lok. Já. Þannig þeir skiluðu inn framboðinu bara fengu ykkur
dagsfrest Já. og og ég held að það hefur verið þetta góðan daginn Já. Veistu hvað imposter syndrom er? Nei, held ég ekki. Má ég segja hvað það er? Já, máttu. Já, ég bara spyrja þig. Já. Þú veit eitthvað svo mikið... Máttu? Já, ég má ekki leiða þig, ég má ekki knúsa þig, Já, jú, knúsa mig. Má ég segja þér? Já, sjálfsög. Það sem sagt sko, þegar þú ert í raun og veru til dæmis bara, þú ert að klára meistararitgerð í háskólanum og þú ert búin að... Sem ég hef margóft gert. Þú hefur margóft gert. Við kannski upplifum þetta ekki ofta, ég hef reyndar alveg upplifað þetta. En þú veist, þetta er samt syndrom, þú getur verið bara greindur með þetta, sko. Okay. Getur verið mjög erfitt, sko. Það er imposter syndrom. Okay. Og þá, sko, þá upplifur þig sem sagt, loddara. Þú ert að ljúga því, þú ert eitthvað að komast upp með það sem þú ert að gera. Þú ert að klára meistararitgerð í sálfræði. Og allan tíman þegar þú ert að verja ritgerðina eða eitthvað, bara sem dæmi. Þá líður þér eins og sért að ljúga öllu sem þú ert að segja. Já. Þú ert bara eitthvað að plata. Og það er mjög algengt að leikarar... En þú ert ekki dæ? Nei, þú ert mjög góður í þessu fæi. Þú líður það bara. Ég fatta. Þetta er ógeðslega áhugavert. Og ég fór að hugsa, sástu útsendinguna af þeim formenn flokkan í Reykjavík þegar þú voru öll svona lænuð upp. Jeps. Og góðan daginn var það. Hversu mikill imposter ertu? Þú náður að sneikinn einhverjum flokki sem heitir góðan daginn, fékkst 1% atkvæði eitthvað, minna. Örugglega minna. Og þú stendur hana í jakkafutunum og ert bara eitthvað, ég komst upp með þetta allt saman. Ég held að ég hefði kosið þá. Af hverju? Æ, bara, þetta var svo, hann var alltaf svona glaður og stemming í honum. Já, góðan daginn. Nei, mér finnst þetta svo gott, sko. Já, ef við mættum skýra flokk núna, bara hvað sem er. Góðan daginn frambóði fekk 0,5%. Og síðan stendur við hliðina á, þú veist, hana Hildi. Já, einmitt. Sem er með bara 50% eða eitthvað. 32,9. Það vilja allir hana. Já, sjálfsög. En enginn vill þig og þú ert samt hana. Þetta er svona sína lit. Þú ert ekki að sína lit. Nei. Þú er bara svona sem stuðningur. Hann var svolítið sem bara svona stuðningsfiltrú. Og hvernig líður ykkur þann daginn? Já, bara æðislegt að hafa fengið að taka þátt. Þakka okkar 12 manns. Hann var svo glaður. Já, það geðið. Ég meina, ég elski það. Mér finnst það geðið. Ég svo hana, sko, það var eitt flokkur sem fikk minni atkvæði. Það var það okkar borg. Já, einmitt, það er annað svona... Tanaðegurinn, gamli. Já. Gamli, eldri maður. Ekkert eðlilega mikil svona tjokko. Já. Bara tanaðegur sem ég sé. Er það ekki bara eitthvað svona miðflokks... Já, bara, það er verra, sko. Já, er það ekki, já. Það er verra. Við erum ekki að mynda ykkur skoðanir. Við erum óháðir. En þetta er meira svona extreme. Já. Þú veist. Þetta er bara, já. Þú veist, þeir eru meira svona að tala bara. Já. Þú veist, það sem að þeir vilja tala, skilur. Þeir segja það bara. Þú veist, það er alveg smá svona X og X við endaði mig, sko. Vá, hvað verið gaman ef einhver flokk myndi koma sem væri svona einmitt extreme í hináttina. Bara extreme woke. Þá meina ég, sko, þú veist... Er það ekki til? Nei, nefnilega ekki. Ekki nógu mikið, sko. Var það ekki þetta vinstrið? Jú, þú veist, það er klálega bara flokkur sem er bara mjög pólitískur. Já, ok. En ég er að meina bara svona einhvern svona flip-hópur sem heitir bara eitthvað, þú veist, einmitt næsistanir. Woke. Næsistanir, ef það er fullkomin, næsistanir. Það væri fullkomin. Það myndi ekki ganga fyrir flokk sem er woke að vera með X við N. Nei, við erum með bara svona næsistanir, X við N og við erum með geðið svona hardcore skoðanir í hináttina sem er bara svona, bara opnum allt. Verum nakin. Eitthvað svona, þú veist, frítt allt. Það er líka annað með... Þú ekki gert bara ekki að sleppa pening. Það er líka annað með marga þess að neðri flokka í Reykjavík sem að því var að fylgjast með þessu. Já. Það er oft svona eins og að þetta fólk það heldur að ríki og sveitafélög sé bara botlu sjóður bara peninga. Það sé bara það er nóg til. Það sé ekki hægt að klára þetta bara. Já, einmitt. Það er bara allt, þetta er bara frýtt. Já, förum bara í borgarlínu. Það bara að vera frýtt. Já, gerum þetta. Bara frýtt fyrir alla. Þú veist, þeir langar einhvern veginn að gera allt fyrir alla bara. Já. En það er ekki hægt, sko. Nei. Það er nefnilega bara, víst. Þú veist, mér aldrei nú verður þetta þreyttara, sko. Já. Þú veist, ég meina nú ára 30. Já, það verður að rífast sama shit. Já,
mér fannst það svo gaman að horfa á þetta. Þetta er svo gott TV. Þetta er mjög gott TV. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Ég var ég tók eitt kvöld þar sem að krakkarnir og Katrín voru á Akureyri helgina. Tók eitt kvöld sem ég laðist bara upp í rúmum 10, opnaði makkan og fór bara að horfa á það allt. Ég horfði bara til 4 á bara kappræðir. Mér finnst það fáránlega gaman. Ég styð það mjög mikið, sko. Ég sá einmitt, ég rambaði nú kappræður sjálfur, eða þú veist, ég fór á svona TikTok-rúm. Sástu á RÚV þar sem að pólitíkusinni voru að tala hvernig styttu myndi þið gera? Jú. Já. Oh my god. Já. Cringe. Þú veist, ég cringeaði yfir mig allan. Ég verð að finna þetta, sko. Ég ætla að spila þetta bara Já, þeir vildu fá hann af einhverjum Séra Friðrik. Já, það er væld. Það var einmitt þetta okkar borg. Já, Ég verð að finna þetta, af því ég er með svo mér langar svo mikið að ræða þetta. Já, en ég einmitt að því við varum að tala um styttur, þá sá ég TikTok hjá þetta stelpu. Já. Og ég veit ekki hvort það er rétt hjá henni, en ef þetta er rétt, þá er þetta fucking crazy. Að þessi ein stytta á Íslandi af konu. Já, það er bara staðrind. Það er crazy. Það er væld í alvörunni. Nú er ég ekki einhver svona, þú veist, eitthvað svona baráttumaður fyrir einn eða neitt, hvorki konurni kallan ég, þú veist, bara neitt, bara falla. Já, eiginlega. Ég er bara svona hlutlaus, ég er aldrei í neinum baráttum eitt eða neitt, sko. Nei, okay. En að þetta sé staðan, það er fáránlegt. Það meikar ekki sens. Það er crazy. Þú veist, líka, ég held að þetta sé rétt, sko, einstætta mögulega 2, en það er samt alveg diabólica lítið, sko. Finnst görunum sem eru búið svona gaman að gera tippin? Já, bóttist. Nú byrja að skilja. Og bungur, þú veist, og buxum og svo. Ætlaði að gera tippin og síðan gera yfir. Þú veist, eins og Ígor Arnarsson var. Gera tippin og síðan gera þær yfir. Sýndaði kopar yfir. Ég bóttist. Hann væri svona, og hann var svona. Nei, setja buxur. Ok, svo, tjekka þetta. Það er svo margt sem okkar var þetta. By the way, Inga Sælands þetta væri trill. Það væri trill, sko. Líka ekki bara út af einhverju pólitíkssu við bara því að hún er bara gegn. Hún er bara fyndin. Ég held samt að eina sjátið sem ég veit sem var bara actually gott þarna er Vigdís Finnbogadóttir. Já, 100%. Að þessi skuli gera þetta stytt af henni. Ef að það væri, ef Vigdís Finnbogadóttir hefði bara verið kallmaður. Það væri 100% stytta. 100%. 100%. Já. Bara 100%. En á sama tíma þá, þú veist, þyrfti líka held ég að gera stytt af Ólafur Ragnar Grímssyni. Já, nei, sko, máli er, sko, að því að Vigdís Finnboga gerði svo mikið fyrir konur. Ég veit það, náttúrulega fyrst bara konu í heim. En ef það hefði komið forseti, sem gerði ógeðslega mikið fyrir kalla, við varum búin að gera stytt. Já, út af tippinu. Út af bara tippinu. Nei, þú veist, þetta er fáránlegt, en sko, þetta vídeo, mér finnst það svo fyndið og það er allir, sko, ég ætla að vera hreinskilinn með þessar kosningar. Mér finnst allir ömulegir. Mér finnst ég sjá í gegnum alla. Ég veit það. Ég er sammálaður. Ég bara hættu að ljúga. Já. Bara, þú veist, ég átti alveg vona að eitthvað myndi segja bara, ég myndi reisa stytta af skónum mínu. Af því að án þeirra gætum við ekki labbað. Þú veist, þetta er bara, Já. Ég myndi reisa stytta af loftinu. Ég myndi gera loftstyttu. Af því að án þess Gætum við ekki andað. Þetta er allt bara eitthvað svona einmitt. Þetta er svo media trend. Já, þetta er svo populista tengt og svo akkurat öfugt hjá þessum leiðilegu gaurum. Þetta er rosalega mikið, öll svör sem þetta fólk segir er mjög mikið 90%, þetta er bara svona, ég ætla að segja sem fólk vill heyra. Já, fólki mitt, skilur. Fólki mitt vill heyra og það er, þú veist, einmitt, mjög mikið bara svona mömmu minni. Já. Selnum, með mér selunum þetta helviti gott. Kennaranum. Já, klassíska kennara. Já. Hvað er það meinar? Bara hvað? Áttu þetta að standa upp og klappa? Ég er alveg sammála. Ég elska kennara. Ég var best að sjá þessi, það var Vigdís Finnbogadóttir og hinni tveir hana með kallinn hana, Séran. Það var ekki gott. Líka sko, styttan, hann er með ballliðin á sér. Já. Það er og ég vil að ég skili styttunni. Hvar er hún? Er hún eitthvað staðar? Ég veit. Hvar er hún? Er hún eitthvað kallara? Nýtt podcast. Hvar er styttan? Já, Jésús minn maður, þetta er ekki lægi. Nei, en þú veist, mér finnst það svo
þetta er svo þreytandi og ég gæti þetta ekki, ég myndi örugglega æla live. Ég held að ég sé sammálaður, sko. Þú veist, Þetta er svo vont oft, sko. Já, þeir eru öll bara að ljúga. Ég líka er ofta að horfa á þetta fyrir cringe, sko. Þú veist, bæði cringe og svona þegar þetta verður heitt. Þú veist, það verður að rífast. Já. Mér finnst það gaman, sko. Þú veist, mér finnst ekki gaman, þú veist. Þeir eru vinir. Já, eins og ég held ég hef sagt áður. Mér finnst það hundleiðilegt. Já, það mjög leiðilegt. Þegar bara viljum að gera þetta ógeðslega bara vel öll saman. Já, gerum þetta saman og síðan eru það einhvern veginn hérna, nei, þú veist, mér finnst það sko, mér finnst það geggja, en þú veist, en hvað styttu myndið þú reisa? Það er þetta fokki fyndið kommentina Optimus Prime. Það verður geðveik fyrir það. Optimus Prime, your Nexus. I am Optimus Prime. Ætli ég myndi ekki setja styttu af móðu minni. Gugga það var þetta. Hvað ætli kosta að gera styttu? Þú veist, örgulega bara eins mikið og ég held ekki þetta, jú, alveg mikið. Já, lítur að vera kopar og eitthvað svona dæmi. Nei, þetta er oft líka bara, ég veit ekki úr hverju þetta er. Þetta er alltaf verður að, þú veist, málmi einhverjum. Standast tímans tönn. Þannig þetta er örgulega úr brons eða kopar. Já, brons held ég. Þetta verður alltaf svona gilt og já, og svo verður þetta svona grænt. Já. Pældu í því samt, bara ein pæling. Ef að þú veist, ef að tveir flokkarna sem að, það gerist ekki, en ef að tveir flokkarna sem myndu stjórna og þau verður bara alltaf að gera svona styttur. Það sem gerist í vikunni var að við gerðum styttu af kennaranum og síðan settum við styttu á píparanum líka. Þetta er svo mikilvægt. Ég setti mig pípara. Já, í næstu viku þá ætlum við að gera styttu af hjúkrunarfræðingnum. Herðu það geðið þetta sjátt? Hjúkrunarfræðingur, hella. Já. Ég ætla að velja það. Já. Ég ætla að velja það, að þú varst að spyrja mig. Já. Þá ætla ég að velja það. Og svo finnst okkur hinum alltaf læknirinn líka. Ætla þú að velja hann? Já, eða hana. Og hún svona læknir. Hann læknirinn. Já, eða hún og hérna. Hún læknir. Hún læknirinn. Og hún stendur við hlýðin á hjúkrunarfræðingnum og þau eru svona saman. Að lækningut. Svo ætlum við að setja bóluefni. Bóluefni svona styttu. Pfizer bóluefni styttan. Svo ætlum við að gera podcast mic. Akkur var ekki að gera stytta þríkinu? Einmitt. Já, við vorum að, nú 10 ár liðin. Við erum ákveðið að gera Ölmu Möller. Pældi í því. Við gætum verið að dúnda þessu út sko með 3D-prentun og bara dúnda út styttum bara. Pældi í því samt. Hinn almenni borgari. á tímabili voru þau örgla. Það var bara frægast af fólk landsins. Já, klálega. Þú veist, þau voru bara sjónvarpinu næstu upp á dag. Sponstílarinn sem þau hefðu getað nelt. Við þurfum einhvern tíma að taka umræð COVID. Er það ekki góðu þáttur? Jú, ég held að getur gott. Af því að þú veist, það er svo mikið sem þarf að fara yfir. Þetta var svo klikkað tími. Þetta var væld. Já. Þetta var rugglað. Ég er búin að sjá hérna svona mím. Því að þú veist, það er annað, þú veist, GTA 6, þannig að hann er alltaf að koma út. Hvernig hann að koma út? Næsta ári. Já. Eða nei, lók þess ásælið. Já, allavega, þú veist, hann er búin að vera gerð bara síðan 2012 eða eitthvað. Og ég er búin að sjá svona mím að, þú veist, GTA 6 just got released og einhver var beitin að leiðublöku í Kína. Já. Þú veist, til þess að fá bara... Let's go. Bara verum inni núna. Já. Það er samt, þú veist, það er eitthvað, ég var að ræða þetta í vinnunni og það er smá sad hvað hérna kynslóðabilin. Þú veist, það er fólk að núti, bara believe it or not, sem upplöðu ekki 2016. Nei. Þú veist, það er ár. Það er í alvörunni ár dauðans. Árana. Já, Aron Kahn nýbúin að droppa hann að fjólubláðu plötuna. Já, grunn. Ég maður ekki. Tímið tölu. Hérna. Nei, þú veist, Pokémon Go kom út. Já, maður ekki. Það var svona varð vinsalt. Pokémon Go var mjög hot. Solstice. Þú veist. Það er sko, að ég er að vinna með strák sem að ég er búin að segja mér frá því, þú veist, að því hann var í grunns... Nei, ég byrja í framhaldsskóla þegar COVID var. Já, það er... Og þú veist, pældi í því. Þú veist, fyrstu 2 árin í framhaldsskóla er bara eitthvað skemmtilega sem að gera, sko. Já, bara svo spennandi og gaman. Já, bara, þú veist, þetta er bara djam og félagskapur. Já. En þú í staðan ertu bara heima. Að læra. Í tölvunni. Já.
Já, þú þurftir að læra og ætlar að klára á dæmi. Já. Þú þurft að gera eitthvað. Ég hefði verið í PlayStation bara allan daginn, sko. Ég líka, sko. Þú veist, það bara þannig. Ég hef ekki lært neitt. Já, ég líka. 3 mánuði. Já. Það var ekki gott. Nei. Það var ekki gott. Þú veist, það hafði mjög mikið áhrif á mig. Já, hvað var þetta langt tímabil til COVID, manstu það? 2 ár. Já, 2 ár. Það ekki. Með samt svona... Af svona on and off. Já, og svo allt innu byrjuði að gera eitthvað búblur og eitthvað svona. Og svo allt innu kom fundur. Já. Já, við ætlum að lækka samkomutakmarkanir í 10 manns. Já. Og 2 metrar á milli. 2 metrar á milli. 3 metrar reglan. Einmitt. Nei, 2 metra. Nei, 3 metra. 2 metra. Hún var 3 metra. Ok, googla þetta. Þú veist, hún var 3 metra. Nei, hún var 2 metra. 2 metra. Kannski á Eyrabekka, en ekki í bænum. Hún var 3 metra í bænum. Það er alltaf að googla allt. Já, þetta var 3 metra reglan. Jú, ertu eitthvað heimsku? 2 metrar voru ekki nóg. Þetta var 2 metra reglan. 2 metrar voru ekki nóg. Vá, komið laka til. Margir að fá svona PTSD nú að tala 2 og 3 metra regluna. Var 2 metra eða 3 metra... Ertu að nota ChatGPT? Já. Bara láta við það er búið að drulli úr okkur í kommentunum á TikTok fyrir það að nota ChatGPT. Já, því við segðum að værum... Nei, af því að bara við erum að eyðileggja jörðina. Nú? Ok. Þannig að bara segja að þú ert núna í Ídjalandir, þá ertu að fara rúst henni. Now she will explode. Fuck. Gæs. Við COVID munum sigra. Sigra. Geðveikt atriði. Já. Í COVID var það 2 metra reglan sem var við gildi. Ekki spyrja ChatGPT. Þetta var... Hlustaðu. Nei, ég ætla ekki að hlusta þig. Þetta var meginregla... 3 metra... Ok. Það var aldrei nein 3 metra regla í gildi hér á landi. Jú, víst. Nei. Víst. Það er bara... það er bara eitthvað, þú veist... Ok. Já. Ég... Sko... Þú lifðir eftir því. Ég lifði eftir 3 metra reglunni. Ég var alltaf að pæla 3 metrum. En það fékk ég COVID aldrei. Nei. Reynda 3 sinni. Ég líka. En þú veist. 3 metrar vorstundum mín regla. Já, I hate to break it to you, but I told you so. Já. Stundum við gott að hlusta á mig. Að ég er bara svolítið gáðaður. Já. Váka ég glaður samt. Já, ég er alltaf glaður. En þetta var bara flott í dag. Já. Við fórum víða með þetta. Þetta var váka ég glaður. Takk fyrir að hlusta. Og sækjum hjá Securitas. Já, endilega. Tampustið ykkur. Já. Fáðu ykkur happy hydrate. Já. Sækjum líka á Colgate og Starf. Já, sækjum Starf hjá öllum. Já, kíkja á Podform. Tjekkja okkur þar. Já. Sækjum spons hér. Ok. Kemur í mynd og hljóði og vákvæði græður.